Í þessum þætti ætla ég að sýna ykkur iMovie fyrir iPad og hvernig það virkar. Ég ætla að opna forritið. Það opnast á skjá sem er undir flipanum Projects sem þið sjáið þarna efst, og til þess að byrja á nýju verkefni þá ýti ég á plúsin hérna efst í vinstra horninu. Hérna hef ég tvo valmöguleika, Movie og Trailer, og ég ætla að velja Movie. Hérna eru allskyns forstillingar á myndinni sem við getum valið og við neyðumst til þess að velja, en við getum tekið þær af og við þurfum ekki endilega að nýta þær. Þessar forstillingar tengjast tónlist, hvernig letur birtist á skjánum og svo framvegis. Ég ætla að velja þetta sem heitir Modern hérna fyrst og velja Create, og þá er ég komin inn á vinnusvæðið mitt þar sem ég ætla að fara að setja saman myndina. Ef við skoðum hérna hægra megin þá erum við með 3 flipa sem við getum flakkað á milli fyrir hljóð, ljósmyndir og síðan myndbönd. Ég ætla að byrja því að raða upp nokkra myndskeiðum, byrja að klippa myndina. Ég vel hérna þau myndskeið sem ég er með inn í iPadinum og ég ætla aðeins að byrja að raða þeim upp. Ég ætla að byrja því að velja mér svona vítt myndskeið sem sýnir svolítið umhverfið sem myndbandi gerist í. Hérna sjáu þið að þegar ég vel myndskeiðið þá myndast svona gulur rammi í kringum það og ég fæ nokkra valmöguleika. Ég fæ hennan valmöguleika píla niður, það þýðir að myndskeiðið fer eins og að leggur sig niður á tímalínuna. Ég get skoðað myndskeiðið með því að velja spilunartakkan. Og svo get ég valið þessa 3 punkta sem þarna lengst til hægri og þá fæ ég fleiri möguleika á því að taka bara hljóðið niður á tímalínuna og að leggja þetta myndskeið yfir þá önnur myndskeið sem eru á tímalínunni á mismunandi hátt. Við getum byrjað á að stytta myndskeiðið strax hérna og við þurfum ekki að setja það í heilu lagi inn á tímalínuna. Ég fer yfir endan á gularammanum þar sem hann er þykkastur og ég get dregið hann aðeins til og ég get ákveðið hvenær ég fer inn í myndskeiðið og ég get líka farið í endan og ákveðið hvar ég ætla að fara út úr myndskeiðinu og svo ýti ég á píluna niður til þess að fá myndskeiðið mitt niður á tímalínuna. Svona. Og nú er ég byrjaður að klippa myndbandi mitt. Og þið sjáið hérna á myndskeiðinu sjálfu að það myndast svona appelsínugul lína og það er sá hluti þessa myndskeið sem ég er búinn að nota, er komið með niður á tímalínuna mína. Ég ætla að velja mér hérna annað myndskeið. Nú er ég búinn að klippa saman þessi 2 myndskeið í einhverjum tímapunkti. Þið sjáið hérna á milli myndskeiðana þá myndast svona tákn sem eru 2 þrígerningar sem snúa að hverjum öðrum. Þetta tákn er fyrir dissolve, feitast inn og út. Ég ætla ekki að nota þetta, þannig að ég vel það með því að ýta á það og þá fæ ég þessa valmöguleika hérna fyrir neðan og ég ætla að velja none. Svo get ég haldið áfram að klippa saman myndbandið. Nú er ég búinn að raða hérna saman 3 myndskeiðum. Ef ég vel myndskeiðin hérna niður á tímalínunni þá sjáu þið að ég fæ allskyns möguleika hérna. Ég fæ til dæmis möguleikan volume og ég ætla að byrja því að draga niður hljóðið í þeim öllum af því að ég vil ekki hafa hljóð í þessu myndbandi. Ég get stjórna hraðanum á myndskeiðinu, dregið það niður í skjaldböku sem hægir á og hraðað. Ég get farið í filtera til þess að setja svona einhvers konar effekt á sem ég ætla ekki að gera og ég get sett inn titla og það ætla ég að gera til dæmis hér í byrjun og ég ætla bara að setja hérna inn standard og hérna hef ég ákveðna möguleika. Ég ætla að setja lower hérna. Og nú er ég búinn að merkja myndbandið og við ætlum að skoða þetta aðeins. Ég get nú aðeins haldið áfram hérna.
Nú er ég orðinn sáttur við þetta myndband og mig langar að setja inn einhverja tónlist. Ég vel audio hérna fyrir miðjum skjá lengst til hægri og þá fæ ég aðgang að hljóðeffektum og tónlist sem eru inn í iPadnum. Ég ætla að byrja á því að setja inn hljóðeffekta. Ég ætla að velja hérna seagulls eða mávahlátur. Setja yfir alla myndina. Það er viðeigandi. Svo getum við farið tilbaka og skoða tónlistina sem við höfum aðgang að. Theme music eða songs getum við valið. Ég ætla að velja hérna eitthvað til þess að prófa. Here's the story of a lovely lady who was bringing up three very lovely girls. All of them had hair of gold, like their mother, the youngest one in curls. It's a story. Ef ég vil síðan taka upp meira efni, ég get tekið upp efni beint inn í forritið og þá er ég hérna með aðgengi að myndavélni og vídeo, ég get tekið ljósmyndir og vídeo. Ég get líka valið þetta hérna tákn sem er hljóðnuminn og hér get ég talað yfir myndina. Hérna upp í horninu hægra megin þá erum við með settingshjólið og hérna getum við ákveðið að setja yfir alla myndina eitthvað svona ákveðin effekt. Og við getum líka stillt á nýtt þema. Þegar maður er orðinn sáttur þá er ekkert annað en að gefa út myndina sína. Ég fer upp í hornið og vel done. Þá vistast myndin. Ég get gefið henni viðeigandi nafn. Að lokum get ég valið sér eða útflutningstáknið sem er hérna neðst í miðjun á skjánum og valið eitthvað af þeim mýmörgum möguleikum sem ég hef þar til þess að koma myndinni upp á einhvers konar skýjaþjónustur eða bara vista það eins og ég ætla að gera í þessu tilviki inn í myndaalbúmið mitt í iPadnum.